Já, komið sæl á ný. Við höfum skipt gesti til okkar núna komið Nikolai Mosti, doktorsnemi, Margrét Vilhelmsdóttir, afbrotafræðingur. Valdimarsdóttir. Já, ég hef skrifað þetta rangt, þetta ekki réttlesið, og Snorri Másson, alþingismaður. Já, svona fór það. En sko, mér langar þetta að byrja því að það koma fréttir af því það eru albanskir glæpamenn eða afbrotamenn sem að rækta og vinna fíknefn á nokkru stöðum á landinu og það alveg ljóst að þeir eru sekir þetta, en svo viðbröðin að senda á landi. Ekki taka út refsingu, heldur senda á landi. Er þetta ekki hættulegt, að fínt að fara til Íslands að kennst upp þá þetta bara sendur heim. Þannig að ég geti orðið bara innstreymið að svona fólki. Já, einmitt, sko, ég fór að velta þessu fyrir mér eftir að hafa samband og ég veit svo sem ekkert meira en þetta mál en hefur komið fram í fréttum, einmitt, þeir eru ekki ákærðir, heldur þeir vísað úr landi. Það má samt vera að þeir verði ákærðir seinna og íslensk lögregluyfirvöld sé í samstarfi við albönsk yfirvöld. En bara svona ef við tölum þetta almennt, getur það haft einhverja þýðingu að menn sem handteknir á Íslandi fyrir sem tengjast skipulagðri brotastarfsemi þurfi ekki að fara í gegnum réttarkerfi hér og ekki að hljóta fangelsisdóm hér. Þá svona það er alveg ákveðin sjónarmið að vísa þeim beint úr landi. Af því að sko íslensk fangelsismál eru þannig í dag að hér bara algjört plássleysi. Að þeir kæmust væntanlega ekki að strax inn í fangelsi og þeir myndu vera þar kannski afplána í 1 til 3 ár. Og það sem að svona fangelsi sem völd hafa fjallað svona ákveðnar áhyggjur af því að hér séu bara í fangelsum stórir hópar eða of margir erlendir einstaklingar sem hafa tengsl við skipulagða brotastarfsemi sem gerir það að verkum að betrun íslenskra fanga verður mjög erfið. Og það svona áhyggjur af því að sérstaklega ungir íslenski fangar séu að tengja skipulögðum erlendu brotahópum inn í fangelsunum. Þannig að því leyti þá það ekki, og það náttúrulega löglegt að vísa þeim beint úr landi á þess að gefa út ákæru. Þannig að því leytinu til þetta ef til vill ekki óskynsamlegt og líka bara þannig að það sé sagt, það náttúrulega hvað það kostar íslenska skattgreiðendur að hafa hér menn í fangelsi í einhver ár. Þannig að, en sko hvort að það sé, ég myndi að því að þú segir hættulegt hvort það sé minni fæling fyrir erlenda brotahópa. Já, við teljum þá að við erum að draga úr pull effect, að þetta gerist eftir og eftir. En ef við tökum ekkert á þeim götum sem í kerfi þar sem menn að koma og gera þetta, þá gerist þetta trekk. Það bara það. Við þurfum líka að horfa á kerfi og aðlaga kerfi að það sem að gerast og við getum ekki hort fram hjá því og ég meina kannski aðgerður eins og dómsmálaráðherra nú getum við rýnt í þeim sem koma í flugvélum farþegalistunum og annað, við getum haft eitthvað forvarn en það breytir ekki að við þurfum að takast á við kerfum og gera það rétt því að við erum líka eins og þú byrja að segja við erum að senda skilabóð þú mátt alveg brota og þú verður bara að senda úr lendi ég sagði það reyndar ekki nei, en það skilabóð sem kemur við erum ekki að takast á við það sem að gerast þá bara heldur þetta áfram og þá þróast áfram Já, sko, ég allan ef ég get blanda mér þessu umræðu þá held ég þessum margir flyttir á sig ég held að fyrsta lagi þurfum að horfast í augu við það hversu alvarlegt það að skipulögð brotastarfsemi grasseri eins og hún gerir á Íslandi og það var ekkert alltaf þannig það var eitthvað sem breyttist á einhverjum tímapunkti að vinda ofan að því eins og einmitt sérfræðingar þekkja mjög miklu meira verk en að hljómar það bara, þetta rosalega þetta fyrirbæri sem lætur ekkert vinna buga á sér svona auðveldlega og þannig að núna staðan sem komin upp, hún bara að mörguleyti tiltölulega alvarleg og í sambandi við það sko einmitt hvar fullnusta refsinga fer fram sko, hvar fólk afplánar fangelsisdóminn, þá það alveg rétt að íslensku fangelsin eru yfir full og þannig að það er spurning sko eins og hefur nú verið til skoðunar að sko í raun og veru það eru alveg heimildir fyrir hendi í mörgum tilvikum til þess að láta fólk afplána
í öðru landi. Það flókið að nýta það í einhverjum tilvikum, það hefur ekki verið nýtt, en það þarf ákveðið átak til þess að svona framfylgja því. Þetta annað að vera að vísa fólki úr landi áður en þessi tækt. Það bara... Já, það er að flýti meðferð fyrir dómstólum þetta ekki... Já, ég þekki bara ekki nákvæmlega hvaða lagalegu forsendur eru þar að baki eða hvers konar framkvæmd það væri að menn færu á fullt í það. Þessir menn, allavega samkvæmt þessu fréttum, voru hér án þess að hafa leyfi til að vera hér í landi eða vinna. Og þeim því eða bara í þessu dæmi. Og dvalarleyfi bara rennur út á meðan þeir sitja í gæsluvarðhaldi. Eða þeir gerir þetta á þeir mega að koma hingað á túristavísu. Já, það nefnilega það. Þegar ég starfi hjá Þetta er ekki flóttamenn eða innflytjendur. Nei, þegar ég starfi hjá fjölmenningarsettri, það í 15. grein í lögum félagsþjónustu. Það ákvæði einmitt fólk sem koma hingað og brota að sér og vegna þess að það einmitt plássleysi í fangelsum, þá þessi sett í félagsþjónustu og þau þarf að fara niður til lögreglun og gefa sig fram eftir og ekkert að fara og ég sá bara rosalega fjölgun á þessu fólk. Og það eitthvað sem við þurfum að ræða. Þetta fólk sem ekkert að koma hingað til að dvelja og vera hér. Þeir koma vegna þess að hefur rétt að koma sem túristur eða hvað það og þetta gljúfur sem í okkur kerfi, við erum ekkert að nappa þeim eða að hægt að fremja slík brot að það vandamál sem við þurfum að takast á. Ég held að við þurfum að vera öll saman það. Að þar þurfum við að grípa inn. Það mætti bara, að mínum mati mætti náttúrulega bara, og ég held að þetta sé ekkert að fara að vera neinn algeng aðferð, að grípa til þessara ráða, en ég hugsa heldur ekki að þetta myndi gerast í tómálum, þetta gerist náttúrulega í ljósi þess að ef menn eru búin að gefast upp, náttúrulega hálfpartinn á refsikerfi og dómskerfið og síðan fangelsiskerfi geti fullnægt í að refsa fyrir svona brot, þá náttúrulega fá menn kannski svona hugmyndir, ég myndi ímynda mér að þetta gerist í einhver þannig samhengi, en til lengri tíma þá náttúrulega verður það að vera tilfinning og að því að þetta náttúrulega allt spurning orðróm Íslandi eða að segja hvernig landið liggur þá verður það náttúrulega að vera niðurstaða fólks að brýtur af þeir, gerir fremur alvarlega glæpi þá mætir þeir alvarlega refsing ekki það að fangelsi sé frábært úrræði almennt það auðvitað mjög galla úrræði. Já, einmitt, þar sem þú lagðir þessi upphafsspurning þín var einmitt hvort að það skorti þá fælingu að þeim sé ekki refsað hér á landi og það má vera en þó þeim vísað úr landi og þeir fá og með þessari brottvísum fylgir þá að þeir geta ekki komið tilbaka til Íslands í allavega einhver ár. Það fæling líka í einhverju tilfellum þannig að hér þarf það nú svona fæling sem að svona 8 miljardar manns kippa sér ekki upp við. Nei, en kippa sér 8 miljardar manns upp við það hvort þeir þurfa að sitja í íslensku fangelsi í 1 ár. Þetta empírísk spurning sem þyrfti svo sem að svara bara með rannsóknum og það hafi ekki verið gerðar neinar á þessu. En ég myndi segja að í þessu tilfelli þyrfti að vega og meta hvort viltu þessa einstaklinga inn í fangelsin á Íslandi eða viltu geta vísað þeim strax úr landi og komið í veg fyrir að geta komið hingað tilbaka í einhver ár. Eða, ef ég mæti vegna þess að þú komst inn á eitthvað með flotta í upphafi. Íslensku fangakerfi, þá betrunarstefnu. Þetta ekki refsistefna. Það refsikerfi og fólk send í fangelsi og þá betrun eiga sér stað. Og þetta kannski aftursóknu fyrir fólk sem koma frá landum þar sem bara refsi og það ekki betrun. Hægt fyrir okkur að líta okkar laglega umhverfi hver á rétt á betrun og hver á rétt á refsin og refsi að senda þeim heim til heimalandi til þess að afplána. Ég meina við þurfum að hugsa þetta allum angum. Ég hjartanlega sammála því í raun og veru en ég held einmitt að þetta sé dæmi kannski kerfið sem sett upp í allt öðru umhverfi en við búum við núna sem að við erum með betrunarkerfið fyrir Íslendinga og fólk hugsa bara ef einhverju fer villur vegar á einhverju tímabili í lífi sinni og allan að búa með einhverja von í brjóstum og við getum notað svona kerfið til þess að koma aftur út og hversu raunhæft sem það svo sem en ef þarna eftir komið betrunarkerfið sem þá í raun og veru misnotað af fólki sem hvorki kerfið bindur vonu við að ná að betra nýja það sjálft bindur vonu við, það bara einhvers konar afplánun og þá ertu farin að blanda í raun og veru þeim hópum saman við fólk sem við undir þá annars vilja vera betra af því að við erum komið með til þessi íslensku fangelsi sem ég held að hlutfalli sé þá núna kannski orðið, ég held að síðustu tölurnar sem að lesi 42% erlendir ríkisborgarar sem náttúrulega þá tölurverður hluti af þessu þannig ef að eins og Margrét lýsir
að það sé að auka enn á þetta klassíska vandamál sem alltaf í fangelsum að þú getur í raun og veru sóast inn í enn verri félagskap en þú varst í áður sko, að það sé þá komið einhvers svona stökkbreytt ástand í núverandi ástandi, þá eru bara komið mjög í raun og veru gallakerfi ef að það er staðan og ég fullir það allt ekki, ég hef ekki alveg nákvæmlega einsýn inn í það en maður getur alveg dreigið þær álítanir af þessum fréttum sko. Já, það er alveg ljóst að sko okkur vantar fleiri fangelsi eða geta tekið inn í fleiri. Það er eins og aðrir innviðir hérna. Það er eins og aðrir innviðir, þeir eru ekki fyllt í uppbygging innviða hefur ekki fyllt íbúafjölgun. Nei. Það er heilbrigðiskerfi, skólakerfi, fangin, vegina, allt það bara. Og ég held að við þurfum að passa upp á, þegar þú segir erlenda, við þurfum að passa upp á þeim sem eru hér, eru með lögleg leyfi og dvöl, þeir hafa rétt á sama hluti og þeir eru með dvalarleyfi og þeir þarfa, það eru réttur og skyldur og við megum ekki taka það, en þeim sem eru kannski ekkert að dvalja hérna og eru komið hérna með einmitt illsku og svoleiðis í huga og þeir eru bara, það er það sem ég er að meina, ég vil bara árætta því að ég tel og ég held að við eigum öll að telja það, að allir sem búa hérna fylgir og hafa leyfi til að vera hér, hafa rétt á sama skildir, og það var sendið þeim og þeir bróttu þeim, þá hafa þeir rétt á sama réttir. En þeim sem eru að koma hérna til þess að nýðist á kerfum okkur eða nýðist á þeim göllum sem því miður er í kerfi vegna þess að innviðir hefur ekkert hefur ekkert aðlagast það fjölgun og líka þróun. Við þurfum að vera alveg hreinskilin. Við erum öðruvísi í dag en við vorum fyrir 30-40 árum þegar fullt af löggjöfum voru settir. Að við þurfum að horfa það. Úlingar í dag er allt önnur en úlingar þegar þú varst. Ég held að hluta þessu sko, þegar við ætlum að leggja það niður fyrir okkur sko, og reyna að greina á milli sko, hver er einmitt að reyna að verða einmitt með 10 tíma, að reyna að verða hluta í þessu samfélagi eða reyna að verða eða bara með eitthvað allt annað í huga. Ég held að það straumurinn er svona mikill eins og hann hefur verið, hvort sem það er í EES-innflutningi eða utan EES eða hæliskerfi eða flottamenn eða hvernig sem er, straumurinn á alla kanta. Túristar eins og við höfum verið að tala um hér. Jú, eða túristar og svo þar alveg starfsfólk sem fylgir þeirri þenslu. Ég held að ég er bara að meina svona túrista glæpamennska eins og burðardýrin sem fjölda erlendra ríkisborgara í fangelsum. Það er stór hlutur burðardýr sem er ekki innflytjendur, ekki flóttafólk. Sem mæta bara, nei. Bara túristar. Akkurat. Þegar við erum komið svona mikinn straum á alla kanta, þá held ég að það verði bara miklu flóknara verkefni en ella að einmitt reyna að greina þetta á milli og það er bara sagan sem að maður heyrir hvort sem það eru lítill Svíþjóðar eða Þýskalands að þá voru þarna ár sem komu þessi mikla fjölgun, þá bara einfallega þá mistu bara allir yfir sín yfir það hvað var að gerast og þú bara, maður getur hlustað frásögnum frá Þýskalandi að einmitt þarna fyrir 10 árum þegar þau breyttu svona sérstaklega stefnu 2015 og í kjölfar þess að þá var raunverulega hjá yfirvöldum, hvorki leyniþjónustu né lögregluyfirvöldum, nein yfir sín yfir að hverjir voru nákvæmlega að koma sko. Og það bara getur ekki, þú bara á einhverjum tímapunkti getur ekki haft yfir sín sko. Þeir í gangum sko er að stela úr görðum hjá fólki eða hvað sem er í verslunum og fleira, að þeir hylja allar lengur þeim er alveg sama, sko. Þeir vera bara farnir. Já, mér finnst samt eitt bara mikilvægt að koma fram að því að þú nefndir þess að yfir 40% tölu af erlendum sem er í íslensku fangelsum sem er einmitt alveg rétt, en líka að hafa í huga að þetta hlutfall endurspeglar ekki innflytjendur á Íslandi, heldur er að miklu hluta þessir túrista. Já, við getum þetta er fólk sem er stöðva á landamærunum og að því að margir rugla þessu saman að það séu 40% þeirra sem fremja glæpa á Íslandi séu innflytjendur. Má ég þá spyrja, það er tilfinning í samfélaginu, hvort sem hún er rétt eða röng að glæpum fjölgi, þessu alvarlegri og við erum að horfa kannski yfir einhver tímabil og það er tímabil þar sem að innflytjendum fjölgar, þar sem að flóttafólki fjölgar, þar sem að túristum fjölgar. En við erum líka að horfa á tímabil sem er aukin alþjóðavæðing, það er alþjóðavæðing í öllum viðskiptum. Það er kemíski kommunistaflokkurinn sem á járnblendi verksmiðjuna upp í Grundartanga og það eru fólk frá Tyrkland og fleira sem rekur glæpastarfsemi í Svíþjóð og þar hundur göttunum. Er það þannig að þessi tengsla á milli alþjóðavæðingar eða tengsla á milli innflytjenda og flóttafólks og glæpa? Ég held að þetta tengist miklu meira en við horfum á bara samfélag heilt yfir og horfa á tölu, þegar við horfum á ofbeldistölu. En er glæpum við fjölga?
glæpir að fjölga, en þú gleymir að segja efnahagsástand. Þið gleymir að ræða hlutunum, eins og til dæmis tökum við Baltimore í Bandaríkjunum. Það ný borgarstjóri þar og hann lítið á glæpatíðni. Ég meina, við vitum allt, Baltimore einn af þessum blettir, sjónvarpsþáttur sem gert hvað þetta blettir. Hann búinn að taka allt annað snúning á glæpa þar og hann að horfa á þetta sem heilbrigðis eða heilsa vandinn og hann að skoða alla undirstúða og útskufun í samfélag sem tengist það bara framför fólks á atvinnumarkaði. Það menntinn fyrir alla að hún nýtt. Hér á Íslandi, við viljum tala innflytjendur, 25% hærri menntun hjá innflytjendur en Íslendingur í starfum sem þeir eru ofmetnar en þeir eru starfað í láglaunastarf sem dugar ekkert fyrir leið og annað. Það önnur þættir sem að spila inn sem við þurfum að takast á við. Það ekki bara vegna þess að við erum með fleiri innflytjendur eða alþjóðavæðingar, auðvitað hefur eitthvað að segja, en hvernig hefum við fangað það? Það vandamál. Það það sem liggur undir. Hvernig liggur húsnæðismarkaði? Hvernig það? Við erum með nemendur í skólum okkur, við tölum úlinga dæmi, þeir standa út fyrir kerfi, þeir standa út fyrir að vera partur af félagslega hlutunum, ekkert í íþróttar og allt þetta gott sem við bjóðum okkur börn upp á til að halda þeim frá glæpu. En að þau tökum dæmi að Baltimore og það alltaf gætt að dæmi að öðrum svona föllnum innri cities í Bandaríkjunum og riðbeltum og fleira þar sem að glæpir eru tíðar, en við erum kannski ekki með það ástand hér eða? Það ekki Baltimore í Reykjavík. En við erum með húsnæðismarkaði þar sem það eru fólk sem búi í hesthús. Við gætum endaðar en við erum þar ekki. Já, við gætum, við horfum ekkert á hlutunum. Ekki gæti, já, við erum náttúrulega ekkert með það sama. Við skulum reyna átt okkur á ástandinu hérna heima. En við horfum á þar sem við getum gert hluti til þess að halda fólk frá að fella í þessu gljúfra að leita til glæpastarfsemi og ofbeldi. Þá þetta. Eru fólk að halda, eru þau með nóg til þess að ná endanum saman. Innflytjendur, þau tengist inn í samfélag. Ég veit að reitt sem Snorri Már alveg til að tala með íslensku. Við rekum bort í OECD-landum. Bara við erum lægstur af öllum landum í að fjárfesta í það að fólk læri tungumál sem helstu verkfæri til að koma inn á vinnumarkaði, til þess að tengist öllum kerfum. Ég vil spyrja þig, Nicola, því við vitum hvað þetta segja. Já. Áttu við að það séu hópar sem eru svo jaðarsettir í íslensku samfélagi að þeir hafi ekki aðgengi inn í samfélagið og þess vegna leiðist þeir út á glæpabrautinu og það ráði fjölgun glæpa á Íslandi? Eða að vísa til að við gætum lent í því? Já, það ráður ekki því, en það hlut af því og það getur versna. Að við grípum ekki til aðgerðir. Ég langar að halda svo við sem að reyna að meta stöðuna eins og hún er. Afbrotum af fjölga á Íslandi, tökum bara ofbeldi að þá eftir langt tímabil þar sem ofbeldi var ofbeldisbrotu var að fækka mjög mikið að þá hefur þeim verið að fjölga á síðustu árum. En þeim samt ekki, það ekkert sérstakt ástand í dag sem verra heldur en það var síðustu aldamót. Það staðreyndin. Kynferðisbrotum hefur fækkað á síðustu svona 5 árum. Það staðreyndin. En það ákveðnum brotum sem hefur verið að fjölga á síðustu 5 árum. Og ástandið í dag þegar kemur á ofbeldi og ránum mun verra en það var fyrir 5 árum, 10 árum. En það ekki mun verra en það var fyrir 25 árum. Bara þannig að það sé alveg skipt. Sko, ég held að, það alveg hægt að fara... Samkvæmt opinberum tölum lögreglunnar. Já, og það alveg hægt að stilla þess að þannig upp að reyna að mæla vísindalega, eins og margir nú gert, hvort sem fylgni á milli þess að séu margir innflytjendur einhvers staðar og að séu... Það náttúrulega verður að gera til að taka upplýst ákvæm. Já, ég að segja til... Við erum byggt á tilfinningum okkar. Já, en ég það liggur samt fyrir og spyr bara hvaða lögreglumann sem og ber saman daginn í dag versus fyrir 20 árum, þá þetta bara allt öðruvísi miklu flóknara, miklu erfiðara ástand að glíma við fyrir margar hluta sakir. Það held ég að sé hins vegar alveg rétt. Og þú áttu mér erfiðleikum með að bara fara út í bakari að kaupa vínabrauð. Það tengist ekki glæpum, Gunnar Smári. Ég segi að heimur breytist. Heimur breytist. Ég hef gert athugasemdir einmitt við það, get ekki talað móðumál mitt í heimabæ mínum og í hverjunum mínu. Mér finnst það einmitt mjög hvimleið þróun og ég held að ég miklar áhyggjur af henni. Ég held að hún var einmitt í Vesturbæjarlauginni í gær, sá þar að það verið að auglýsa íbúakosningu sánurnar, hvernig ég hátta sánunum nýju sem við íbúar erum mjög spennti fyrir. Og þá var það á ensku, þessi íbúakosning meðal annars. Og ég hugsaði, hvers konar málstefna þetta?
hverju tala ensku sem þurfa að taka þátt í þessari íbúðarkosningu? Ekki bara almennt íslensku mælandi íbúðar hérna? Viljum ekki hvetja til þess? Viljum ekki halda áfram á þeirri braut? Hver nauðsynnin? Hver þörfin? Þeim sem hef ekki grípa á tungumál út. Nei, ég menn örugglega á íslensku auðvitað líka, sko, en ég bara sá það ensku líka. Þú veist ekki að segja ensku líka? Ég almennt á móti eins og... Það frekar einsleitur hópur þarna 107, það nú mikið bara... Nákvæmlega, hefði maður þá ekki haldið að það væri lítið ensku þörfuna, en kannski Reykjavíkurborg gangi á undan bara með fordæmi og frumkvæði í því að breyti verið ensku, sem ég svo sem gert aðtöðsend við oft, sko. En var þetta breyt yfir þeirra samhliða? Já, bara auðvitað samhliða. Það var allan heil auglýsing sem var bara ensku. Já, samhliða. Ég veist bara og plakatið, ef maður hefði ekki séð einhver aðra, þá hefði maður getað álitað að enska væri svona opinbera máli hérna sem allir hefði aðganga, en svo var íslenska og svona kannski heimamál og líka íbúa og líka sumra íbúa. Nú er þetta slá á tilfinningu. Það nefnilega, það eru fólk sem eru öðlaust íslensku og þau þurfa hjálpatæki, alveg eins og kannski mann sem brýtur fótlegin, hann þarf eitthvað aðstóð, að hafa ensku samhliða. Í ítrustu nauðsyn í sambandi við heilbrigðismál og annað eins, þá getur maður haft svona, en ég er að tala um í almennri notkun, þá held ég að við ættum sem yfirvöld, hvort sem það er í sveitarfélögum eða á ríkisstiginu, í lengstu lög að forðast það að fara yfir í svona tveggja tungumál. En fyrir ekki við Snorri, ég dróði út í þetta. Þú ætlar að segja að það sé liggja fyrir rannsóknir frá Margréti að glæpum er ekki að fjölga. En þú segir en. Nei, ég bara man eftir einhver fyrirsögn einmitt það sem er ekki fylgni á milli þess að innflytjendum fjölgi og glæpum fjölgi. Ég er að segja, ég held að sko þótt fyrir að maður geti dregið það ályktun með einhverjum ákveðnum útreikningum, þá er samt líka fyrirliggjandi í ýmsum svæðum, hvort sem það er í Svíþjóð eða Danmörku, að það bara liggur fyrir að það eru hópar innflytjenda sem hafa verið í miklu grófari glæpum en hafa áður þekst og annað eins, og ég held að hjálpa ekki þessari umræðu einhvern veginn að við reynum einhvern veginn að slá ríki í augun á hvert öðru gagnvart í og segja ég er ekki að ásaka ykkur um það, en ég hugsa fyrsta skrifið sé að horfast yfir, jú, kannski er það þannig, og ég veit alveg að það eru margvíslegar orsakir fyrir því að menn drægist út á glæpabraut, en ef við tölum áfram orsaki þess að menn leiðist út á glæpabraut, talaðum við íslensku kunnáttu, staðan í skólum landsins núna, eða leikskólum, ef maður bara horfa á leikskólastigið, þá eru dæmi það sem ég þekki persónulega og svo náttúrulega líka bara gögn sem sína að það dæmis er ekki að takast að kenna börnum að erlendum uppruna íslensku, almennilega. Það er bara ekki að takast almennilega og auðvitað tekst það í mörgum tilvikum en í mjög mörgum tilvikum ekki. Ok, hvað gerist það í grunnskóla? Þá ertu bara komin náttúrulega með mjög slæmt andforskot þangað inn og ert þá miklu líklegri til að dragast aftur úr þar, lenda í einhverjum ógöngum og þá einmitt lenda út á glæpabraut. Ég held að auðvitað gerist ekkert alltaf að lendur út á glæpabraut, en þegar við erum að tala um þessar félagslegu orsakir, þá held ég núna, að því að maður hefur nú alltaf verið að gera athugasemd við innflytjendastefnuna eða stefnuleysi sem verið hefur, að taka á móti svona mikið af fólki, svona hratt, sem nú flestir eru reynda farnar að viðurkenna núna. Án þess að bregðast rétt við? Án þess að, já, og svo er önnur spurning hvort það sé hægt að bregðast rétt við. Eins og ensku líka? Já, það er bara, að mínum mati er það ákveðin eftirgjöf sem ég tel alls ekki nauðsynleg og ég held að hún endi mjög illa ef við förum niður þá braut, en það er efni í annan sérþátt. En ég er að segja að ef við tekum á móti svona mikið af fólki svona hratt, þá myndast ákveðin vítarhingur til dæmis í skólunum, af því ég tala áfram um skólana. Þar segja krakkar mér að til dæmis ef krakkarnir eru til dæmis af erlendum uppruna og hafa ekki náð fullkomnu tökum á íslenskunni, þá eru komin í þann slæma vítarhing á sama tíma að íslensku krakkarnir eru líka orðin svo góðir í enskunni út af tækinum og ekki nóg með að við séum að glíma við að þau tala náttúrulega svolítið bara ensku sín á milli krakkarnir í íslensku, að þá er millimálið þeirra orðið enska. Það er að segja, þannig að í staðin fyrir sem ætti að vera íslenska eins og var alltaf þegar þetta var miklu minna og þegar það var útilokað að sko, bara eins og maður þekkti sjálfur, það voru auðvitað innflytjendur í skólum hans, það voru bara miklu færri en núna er og þeir höfðu í raun og veru engan annan kost en að læra íslensku í því umhverfi sem við voru. Núna kemstu innan gæsalappa upp með að gera það ekki. Ok, hvað þýðir þetta í framhaldinu? Hver er staðan núna versus hver verður staðan eftir 10-20 ár? Ég bara hef miklar áhyggjur hvernig þróun verður eftir 10-20 ár. Ef við erum bara að tala um þetta út frá þessum forsendum frá félagslegri jaðarsetningu. Þannig að þegar sko maður lendir í því að vera að tala um þessi mál og endar síðan á að vera sko málaður upp sem vondikallinn sem ég ásaka ykkur ekki en það er oft gert í þessar umræðu. Ég er raunverulega að tala um þetta þessum forsendum sko. Nei, ég meina þú minnst þú verið að tala nákvæmlega sama og Níkól verið að tala um áðan um jaðarsetningu og fleira. Þegar við komum að því að fara að ræða um það hvað við að gera, þá kannski verður þú vondikallinn í Ég er alveg tilbúin að það líka. Ég skal hjálpa þér að koma saman þingmálum, við skulum bara taka það, þú ert í allsherja, ég skal bara hjálpa þér að koma með eitthvað dundurgott þingmál, en vandamál er inngilding, við þurfum að byrja, segjum við hættum þessi ofsastreymi sem er. Það er samt fólk sem eru búin að vera hérna lengi, sem
eiga væntingar til kerfisins að læra íslensku. Rannsókn frá 2021, við getum líka rýna í Kapacent 2025 og Gallup var að gera varðandi íslenska kennsla fyrir innflytjendur. Ég ætla bara einn skóla. Það tekst ekki vel hjá önnur kynslóð, segju það var aldrei lagt í fyrstu kynslóð. Og við erum með merkingu á í senastu OECD-skýrslu það að það kemur svo illa út, hefur áhrif á alla skólakerfi vegna þess að við vorum ekkert að leggja í mig, til dæmis. Ég gerði það sjálf með smá aðstóð en ég sjálf. Ég tala íslensku vegna þess að ég lagði allt í því. Ég fekk aldrei styrk til að læra tungumál. Þið veitir hvað ég minna. En það ekki allir sem hafa það möguleiki. Þetta bara, við þurfum að segja þetta satt sem Við, eins og ég segi, við mókum botn af öllum OECD-löndum hvað við fjárfestum í okkur tungumál. 10 af þessum aðgerðum sem var lagt, það að leggja tæplega milljarður, 900 milljónir voru fyrir fullorðna innflytjendur. Í fjárhagsáætlun, ég sá það var eitthvað lagt í aðeins meira íslensku kennslu, það var starfstengt. Ég vil sjá það gerast. Það sem ég ætla að segja varandi það var ekki tekið hjá fullorðna og ég held að við þurfum að vera sammála þess. Ég hef tekið á móti fólk sem hefur sett 5-6 íslensku kennslu og ekki talandi íslensku, nei ensku. Þeir bara algjörlega ótengt, en samt það ekki ótengt. Þeir búin að finna alls konar leiðum inn í samfélag og þeir lifa þeir alveg þeirra börn og þeir gera þeirra besta. Við þurfum að horfa á okkar kerfum, við erum stór skref í að aðlaga kerfum, réttarkerfi, skólakerfi, heilbrigðiskerfi sem hefur gert þetta erfið fyrir lögreglun. Kennara, félagsfræðingar, bara allir. Almennt, þannig ég rétt svo bara að í því sambandi þegar við erum að tala að við verðum bara að taka öll kerfin okkur og gjörsamlega aðlaga þau að þessum nýja veruleika í sammála því að því markið við verðum að gefa fólki tækifæri til að íslensku bjóða upp á námskeið og svo framvegis og nota peningarnir sem við erum að nota í vitleysu í útlendingamálum meðal annars núna og beina þeim frekar þangað eins og með peningar sem þetta fólk borgar í skatta. Nákvæmlega og fara inn í það en ég er hins vegar ekki sammála því að við séum einhvern veginn þessari glóbalísku nauðhyggju sem ríkir þetta sem heyrir meðal annars úr verkalýðsforystunni frá til þess að öllu Gunnarsdóttir nýlega hvers konar svona markmið ef það skildi nú vera markmið að fækka innflytjendum eða eitthvað svona já ef það nú svona hæpið markmið í sjálfu sér að ná einhverju stjórn á því ef bara ferða aftur 30-40 ár eftir tímann þá einmitt þessi uppgjöf tótt gagnvart því að bara stjórna í sjálf hvernig þróunin þannig að hún sé sjálfbær þannig að við höfum stjórnana þannig að hún heppnist vel að fólk bara segir nei við getum ekki haft stjórn á þessu þetta bara verður svona og verðum bara lagað kerfin á því reyna eins og við getum að láta þetta ganga vel mér finnst það bara ekki hljóma ég er ásækjandi að segja það ég segi við þurfum að fara markvisst og þá sittum við uppi með tvo við borðið og segja það sama að það er misgengi á milli uppbygginga innviða og fjölgun þjóðarinnar. Annar vill fækka fólkinu, hinn vill styrkja innviðina. Þú ert á því að fækka fólkinu en Nikol líklega á því að hún búin að vera að halda hér ræður að styrkja innviðina svo að við getum tekið á móti fólkinu en þú segir nei, við höfum ekki að styrkja innviðina við höfum bara að fækka fólkinu. Í fyrsta lagi fjölgunin sem við þurfum náttúrulega að byggja upp innviði fyrir þetta er ákveðin vítjarhingur líka þú veist það að segja við tökum alltaf fólk kemur með að borga skatta já, auðvitað borgar að skatta hefur alltaf í mangisunni verið jákvætt að fólki fjölgi það styrkir samfélag það er alls ekki rétt það er ekkert óumdeild staðreynd að við þurfum endilega bara að láta okkur fjölga eins og við mögulega getum út í því óendanlega ég verð ekki að segja það þegar fjölgunin verður hver er mörkin þá að ykkar maður þetta með það væri eðlilegt ef þetta væri 30% útlendingar á Íslandi var það alveg eins gott, eða 40%, er það alveg eins gott? Ef svarið er nei, við viljum ekki verið minni hluta Íslendingar á Íslandi, þá er því sammála... En 30% er langt frá því að vera minni hluti. 30% getur farið upp í 40% og í ákveðnum aldurspilum, 30-39 ára í Reykjavík, karlmenn eru 40% út. Ég upplifi mig í meiri hluta með Nikol. Hún er ekki hluta minni hluta og við tveir í meiri hluta. Ég upplifi það bara ekki þannig. Nei, ég held það ekki að segja það. Við erum undir 20%. Má ég taka leikskóla? Ég bara segja, ef þið eru sammála því að einhverstaðar er að draga mörk, þá erum við bara að tala um það hvar við drögum mörk. Já, má ég taka leikskóla? Nú skal ég tala að viti, ekki tilfinningar. Það eru 20% land yfir fólk af erlendum uppruna sem starfa í leikskóla. Það bil 50% eru að vinna í starfi sem ekki skilgreind á gólfið, en það eru 20 eitthvað sem eru að starfa með börn. Þetta er hærri reyndar en hlutfall innflytjendur á Íslandi. En það er samt skortur af fólk sem starfa í leikskóla. Rosalega skortur.
Það sem vandar, eigum við bara losa við þessi 20%, takk þeim út og það vandar 10% til að koma inn börn. Eða eigum við að leggja rækt á markvisst íslenskennslu og fölta þessu fólk sem þeir eru kennara, en það þarf að brúa á milli þeirra þekkingu og okkur og nýsköpun, nýta þeirra þekkingu í að gera ennþá betra og mæta, ég veit þú ert samanlega mér, en við þurfum bara að segja það, og mæta þessum vegna þess að íslenska kennara, þau viðurkenna það, þeim vandar meira þekkingu, meira aðstóð til þess að mæta fólk, ekki bara börn, heldur foreldra, vegna þess að þeir veit það að þegar ég valdefla Gunnar í mína deild, ég valdefla foreldra hans. Þarna erum við með kjör aðstæðu til að byggja upp í kringum og nota kraftur. Það er hugtak sem heitir migrant capital. Við nótum það þekkingu sem koma við fólk til þess að þróa okkur kerfi og gera þetta enn betur, og það er það sem ég er að tala fyrir og við getum gert það. Þetta er bara pínu fjárfæri og það mun gilda líka í öðrum kerfum, heilbrigðiskerfi, þannig að við fullt af læknir og hjúkrafræðingur sem koma með mikið með sér sem getur nýta, en við þurfum að fjárfestu í tungumál og þetta að brúa á milli okkur kerfi og það sem þau koma með. Já, ég er svo, því ég kemur úr akademíunni þá svo óvön að grípa orðið og sé gripi fram í fyrir mér. Já, þú veist Já, en bara... Þú fara á fund í sjónminni? Nei, þetta er bara gott mál. Ég bara finn hvernig ég svona óvönd að segja, en það er bara gott. Ég sammáleikur báðum og að þú veist, bara það að vera þáttakandi í íslensku samfélagi eru þetta bara gríðarlega mikilvægt, og hvort sem það er að læra íslensku eða bara þessi, hvort sem við köllum það aðlögun eða inngilding. Og hvort sem það er að fækka hópnum eða að bæta innviði, þá held ég að mikilvægt sé að fyrir okkur í dag er að átta okkur á því að staðan er þannig að hér var bara gríðarlega fjölgun á mjög stuttu tíma, seinna en í flestum öðrum löndum, og við erum svolítið að súpa seiðið á því að hafa ekki tilbúna innviði fyrir þessa fjölgun, og ég meina, hefur þetta haft áhrif á afbrot eða eitthvað svona, það er sem sagt eitthvað sem bara þyrfti að, það er ekki einfalt svar við því, og það er stundur látið eins og þetta sé bara spurning sem hægt að svara með já eða nei. Og þessi að þú hafi séð ykkur að fyrirsögn, það er ekki hægt að svara þessu á svona einfaldan hátt. Ef við förum til Svíþjóðar, ef við förum til Þýskalands, hluti af vandamálinu þar sem var þessi gríðarlega fjölgun 15-16 er að milli 65 og 70% af þeim sem komu til landsins voru ungir karlar. Það vita það allir sem vita eitthvað afbrot að það er hættulegt í sjálfu sér fyrir ef þú ert að spá í afbrotum. Snorri er hættulegasti maðurinn við þetta. Algjörlega. Staðan er þannig í dag er að hér erum við komið með ég velti fyrir mér eins og bara þessi mótmælum í gær. Ég veit ekki hvort að það sé eitthvað áhyggju efni í sjálfu sér, svo sem hafa komið upp einhverja svona pólitískar bylgjur eða flokkar í gegnum tíðina sem hafa nú ekki hlotið mikið fylgi, og ef við förum bara síðustu helgi þar sem var verið að fagna fjölbreytileikanum, að þá voru ekki bara þar voru 20.000 manns komið til að fagna honum, en í gær voru þannig eitthvað 300 manns. Þannig ég veit ekki hvort þetta sé sjálfur sér áhyggjefni, en það sem ég hef áhyggjur af verandi afbrotafræðingur er það sem ég er að heyra rosa mikið víða samfélagið, er að ungir karlar og sé að verða miklu íhaldsamari áður, sem er slæmt að því leitinu er að því fylgir andúð við útlendinga, andúð við alla minni hlutahópa, og ég held að það sé eitthvað sem við þurfum svolítið að vera velta fyrir okkur. Og það er líka svolítið bara, áður ég hleypa öðrum að, líka svolítið áhugavert bara að fylgjast með þessari umræðu, er að það er hópur á samfélaginu sem ég held að sé miklu minni en svona virkar þegar maður er bara að skoða samfélagsmiðla, sem er mjög óttaslegin vegna innflytjenda, sem er mjög íhaldsamur og hefur miklar áhyggjur af íhaldsumum múslimum sérstaklega, af öfga íslam,
af því að þar ríki einhvers konar menning sem að fólk hefur áhyggjur af, þar að segja til dæmis bara mjög íhaldsumum hugmyndum kynjahlutverkin og því líkt. En þessi hópur ásamt mest sameigilegt með einmitt öfga íslamstrúa, öfgafullum múslimatrúum, að því að þessi hópur það virðist líka fylgja honum einmitt svona íhaldsamar gamaldags hugmyndir kynjahlutverk og það til dæmis bara að trúarbrögð eigi að hafa meira vægi heldur en skynsemi, rökhyggja og vísindi. En þetta með þennan unga hóp sem enn í grunnskóla, sem enn í framhaldsskóla, sem svona, að því að þetta það sem lögregluyfirvöld bæði á Íslandi, greiningadeildir og í Europol hafa haft miklar áhyggjur af því að íhaldssemi eitt, en ef því fylgir eitthvað svona ofbeldi stýrkun, eitthvað svona rosaleg andúð og þessi svona afmennskuna að þá þetta hættulegt. En auðvitað getur það líka verið hættulegt fyrir okkur að fjölga mjög hratt á mjög stuttum tíma. Ég held að sé í fyrsta lagi sambandi ungu karlana, það held ég að sé mjög verið að misnota til dæmis orð eins og öfgahyggju eða öfgahægri eða annað eins, þegar þetta eru viðhorf, ef maður talar það sem kallað öfgahægri í dag, eru viðhorf sem voru gjörsamlega normal fyrir 20-30 árum, en síðan tekur mjög hörð vinstri. Nei, ef þú talar öfgahægri, einhver íhaldsam gildi, hvort sem það eru ströngstefna í útlendingamálum, einhver kynjamál eða hvað sem er. Ég sagði reyndar ekki öfgahægri. Nei, en þú talar hvernig ríkislögreglustjóri og önnur svona aðrar einingar eru að hantera þetta og velta fyrir sig eitthvað svona öfgapólitík og þetta alltaf kallað öfgahægri í fjölmiðlum, og maður hefur fengið hana stimpil á sig, en ég myndi að því við tölum ofbeldi, þá myndi ég segja að öfgar væru það að vera tilbúin að beita ofbeldi. Skilgreina öfga almennt það. Eða skera réttindi annað. Þetta líka, ef ég horfa á öfgakristni í Bandaríkjunum núna, það snýst bara að taka af fólk réttindi. Öfgavinstri sömuleiðis vill skerða málfrelsi ákveðina hópa til þess að vernda aðra hópa. Það má alveg fara út í það á ýmsum hliðum. Þegar við tölum það innflytjendastefnuna og skort þeirra af. Já, eða stefnuleysi á Íslandi og hverjir eru í auknum mæli kannski einmitt að lýsa efasemdum hana. Þá held ég að það sé ekkert síst bara gert á grundvelli tiltölulega svona rótgróna tilfinninga í manninu sem eru kannski svona almennt til bara samstöðu tilfinning í þjóðfélagi. Það byggist á því að við séum þjóðfélag, við eigum eitthvað sameiginlegt. Ef að þú raskar því of, ef þú gengur of langt í því að það séu þá bara einmitt íbúar landsins séu í allt annari samsetningu þegar voru, það séu raunur ekki sameiginlegt þjóðerni, auðvitað verða innflytjendur, þeir aðlagast hægt og rólega í mörgum tilvikum, en þegar þú komið með svona breytingar og svona fjölda, þá ertu raun og veru miklu komið og einmitt þegar fjöldin er slíkur að hann getur raun og veru bara lifað á meðal sín, fattar án þess að samlaðast þjóðfélaginu. Ég held að það sé það sem fólk hefur áhyggjur af. Já. Þetta tala svona hugmyndum samfélag sem einhver hreinleika samfélagsins að innflytjendur spilli samfélaginu. Þú ert bara að rugla saman. Ég er ekki að tala það. Ég er að tala að það er einhver svona samheldni í þessu samfélagi, er það ekki? Má ég segja hvað þeir eru hlusta á þig, þá er ég hugsað það að þegar að ég var krakki, strákur, ólíkur, og þá hópuðust við saman sem höfðu minnst, sem voru bara fátæk, við hópuðum okkur saman og við vorum svolítið aggressífur út í samfélagið. Ég velti þessu fyrir mér, ég meina bara út frá vinstri sjónarmiðinu, ef maður skoða vinstri sjónarmiðið í þessu út frá því að geta vera með salin hérna í þjóðfélaginu til þess að skattleggja ríkt fólk og dreifa verðmætunum aftur til fátækara fólks. Ég held að þú missir salin í sífellt meira mæli ef að til dæmis fólk hefur á tilfinninguna að peningarnir fara til útlendinga í miklum stíl. Ég held að það sé bara algjörlega staðreynd. Ég held að út frá því þá þurfi vinstrið líka eins að ná opnum sínum átt að segja á því að það er líka eitthvað sem, og að því við talum verkalýðshreyfinguna, hver er umbjóðandi? Er það þjóðin eða er það bara alþjóða samfélagi? Því að út frá einhverjum svona útalitarianisma, glóbalískum, það skiptir einhver máli þótt að við dreifum þessu fólki hingað í þetta land, að bara þetta, hagkerfið þarf þetta, við erum, efnahagssvæði, þannig virkar evrópska efnahagssvæði, við dreifum þessu bara hingað og þá verða þau, jú, það er ein spurning og auðvitað getur maður út frá því sagt bara, já, þetta er allt gott að blessa, en síðan er það, hvað finnst heimamönnum? Er það verður spurning, hvað heimamönnum finnst það að vera þá bara í miklu í annari stöðu en það var, get ekki tala tungumáli sitt lengur, hvað finnst þeim? Og kannski finnst fólki þetta hreinlega ekki siðferðislega réttlætanleg spurning. Og
þá er það bara þannig, ég ósammála því. Nú þarf ég að grípa alveg inn vegna þess að það er ýmislegt sem þú þarf að veita samfélagsnúbyrði með mér og öðrum sem lík mér og það er það að flest okkur með sama gildi og sama væntingar og sama óskur að okkur samfélag þróast og við erum part af þeim. Nú ætla ég, þau gefur mig bara 3 mínútur til að segja, ég leiti stefnu gerð inngildingastefnu í Vík í Mýrdal sem var 60%. Þar tók ég samráðsfundum með atvinnurekkendur, bara einmitt heimamenn, stjórnendur, bara allir og líka innflytjendur. Og niðurstöðu kom alltaf niður á það sama. Fólk vildi að skólar menntu þeirra börn óháðubruna, að þau þurfti ekki að kveðja fólk endalaus, að allir voru með öryggt húsnæði, að allir greiti sanngjarnt skatt fyrir þjónustu og fengu þjónustu óháð uppruna. Vegna þess að sumt fólk, bæði heimamenn og innflytjendur upplifið það að þjónustu sem þau voru að fá var ósanngjarnt vegna þess að það tók ekkert mið af þeirra þarfirnar. Svo þá fer Vík inn og þeir eru bara að reyna að skoða hvernig er besta leiðin að gera þetta og komum eftir á dæmi yfir upphafi að kannski þurfum að taka skref tilbaka og til að efla íslensku nótkun þurfum að fjárfesta í því að tryggja við erum með starfsmann sem kann að lýsa þeim sem koma til landsins, hvernig þeir læra íslensku, hvar þeir læra þetta, efla aðgengi að því og félagsverkefni þar sem heimamenn og innflytjendur koma saman og tala íslensku. Og við þurfum að fara saman í að skoða hvernig við eflum okkur skóla. Þetta er það vinnu sem ég er að tala að við viljum, ég og þú, ég held að við erum mjög á tímapunktur farin. Nei, þessi ákvað tímapunktur hugsa mér, ok, þetta er ekki að ganga mjög vel. Skilur, þetta er ekki að takast. Þessi markmið sem þetta lýsa, þetta er ekki að takast á Vík í Mýrdal. Hún hefur ekki takast vegna sem við hefum ekkert lagt og rækt í því. En er það í framhaldinu að fara að skána? Ég bara efast svo mikið það. Við verðum að gera eitthvað. Það var farið af stað. Við viljum það ekki vegna að við erum ekkert að losa við þessi 18%. Við erum að segja satt sem er. Ég var með einu sem manni sem sagði að þú losnar ekki við að vaska upp með að gera það illa. Það getur verið að við höfum bara gert þetta illa og við höfum að gera þetta betur. Þetta hefur verið gert illa, ég er alveg sammála. Það hefur ekki hægt að því. En ég er bara að segja eina lausnin og eina umræðan getur ekki verið bara, heyrðu, jú, bætum aðeins í íslenskukennslu, aðeins í inngildingar áætlun, aðeins í, lausnin þarf að vera skoðaðins grundvöllinni mitt, efnahagsstefna, hvernig ætlum að hafa þetta alltaf framtíðar, er þetta sjálfbært bara framtíðar samfélag, þú veist, við erum með, einmitt, þetta er líka ákveðin vítæringur. Já, við erum komin í vítarhringi og það er alltaf við þurfum útlendinga til þess að halda atvinnulífinu gangandi og til þess að byggja upp innviði en af því að allir útlendingarnir eru þá þurfum við alla þessa innviði líka þannig að þetta bara heldur áfram að vinda upp á sig. En hvað viltu gera? Það er góð spurning. Ég vil Þú kannast við það að öfga hægrið eins og þú hefur verið flokkar við öfga hægrinu en eins og ég grípir það bara lofti því þú sagðir að þú hefur verið sakar það. Ég var bænt á þetta og stjórnmálaflokkar í okkar heimshluta sem hafa lagt áherslu á svona útlendingaandúð að þeir hafa verið gagnrýndir fyrir það Ég er ekki sammála að þeir hafa verið gagnrýndir fyrir það að þeir eru alltaf að tala um að þurfi harðari aðgerðir útlendingamálum en þeir svara aldrei raunverulega fyrir því hvað þarf að gera vegna þess að til dæmis ástandið í Danmörku hefur ekkert batnað eða það er ekki minni glæpir í Danmörku, það er ekki öll vandamál leyst í samfélaginu samt af að þeir verið að grípa til harðari aðgerðir og harðari aðgerða. Hvað er það sem við gera? Aftemnað til að fá Deutschland til að útlendingum verið vísa á landinu? Ég vil vísa þeim á landinu sem fremja alvarlega glæpi, já, ég vil... En viltu fækka bara kerfisbundið? Ríkisstjórn Netanyahu skilgreinir það innan landamæra Ísrael með Palestínumenn ekki verið fleiri 20%? Ég er ekkert með slíka tölfræði í huga, sko. Ég bara segja, jú, ég vil sannarlega beita tækjum ríkisvaldsins til þess að tempra innflytning. Bara með ýmsum leiðum. Ég hef sagt að EES, einmitt talandi nauðhyggjuna, ég hef sagt að ef EES leiði til þess að, ok, 30% landsmanna verið þá útlendingar og svo 40% af, ég veit alveg að hluti útlendinga kemur með tíð og tíma til að verða Íslendingar. Ég er ekki snúið út úr orðum mínum. Það verður vera markmið, En ég er að segja, sko, ef 30% eða 40% eða 50%, já, þá myndi ég segja, heyrðu, já, ok, þá er ekki að fara að vera í samstarfi sem leiði til þess að við bara, verðum við minnulítið. Mér finnst það ekki bara, ég er bara að segja, mér finnst það alveg eðlilegt að pæla í þessu og ef þið eru sammála að það sé einhver mörk, þá eru bara að tala hver mörkin eru. Ef þið kíkja á tölfræði í Evrópa, það eina land sem er að nálgast 50% er Luxemborg
og þeir eru helst bara velefnaðir innflytjendur þar og glæpatíðni í Luxemburg, ég veit ekki alveg, margar svo kannski veist. Og ég geti nefnt fleiri aðgerðir við förum út í það, sko. Því að þegar að fjölgunin var sem mest þá sá maður það náttúrulega að það hvergi sem orðið jafnt mikil fjölgun á skömmum tíma eins og Íslandi. Nema í Luxemburg sem eru kannski svona 10-12 árum undan okkur og hafa gengið í gegnum samfélagslega jafnt mikla breytingar. Nú það því miður þannig að þetta er svo lítið land að það næstu því ósýnilegt og erfitt með að lesa blöðin og svona, en samt fór ég og leitaði hvort það væri þessi húsnæðiskreppa sem við erum að glíma við í Luxemburg. Ég gæti ekki fundið almennilega dæmi þess, þannig að kannski ættum við að snúa okkur til Luxemburgar og spyrja hvernig fóru þið að þessu? Já, en sko, ég skil bara ekki hver samfélagsmyndin þá. Væri eitthvað með sama þóttu myndum almennt tala ensku á Íslandi? Þú veist, það niðurstaðan ef við höldum svo. Hættan frá enskunni kemur frá, þú veist að sé það sjálfur. Nei, hún kemur ekki bara frá tækjunum. Það ekki þannig að við neyjumst til að tala ensku verið það er svo mikið útlendingum minna. En þú með öll spílinn, Snorri. Hvað þegar þú fennir í miðbæ og talar ensku, hvaða tungumál talar í afgreiðslunni? Jú, en þú veist að segja að krakkarnir, íslensku krakkarnir verða að tala ensku. Þú situr núna í allsherjarmennta og ég sé bara leggja bara rækt á því að það farið í markvist í að efla íslenskra tunga og það fjárfestað vegna þess að það það sem við þurfum að horfa á. Ég held að við erum í doktorsfræði það að tala deficit. Við tölum innflytjendur, þetta bara deficit. Við byrjum þar og kannt ekki neitt, þú talar ekki tungumál, þú hættir þetta, en það rosalega farsjóður. Það sumur sem þurfi meira, en þetta Íslandi. Og við hugsum equity eða jafngildi og við viljum efla fólk. En byrjum bara með meira hluti og magni og þarna fólk með menntun og þetta flestir kristni. Við skulum hafa á hreinu. Ég meina flestir pólsk og þau kaþólsk og ég mæti við kirkju hvert einustu sunnudag. Þetta fólk með sama gildi. Og nú hvernig sama, já, hvað það varður og sama vilja bara ég leikskólastjóri aftur og bara uppeldi, sama gildi með börnin. Þau vilja það bestu fyrir þeirra börn. Þau vilja þau læri íslensku, þau vilja þau eiga vinnu, þau vilja fara langt í fótbolta og svona. Tökum það sem við hefum saman, byggja á því og nota íslensku ekki á vapni til að halda fólk frá, til þess að leiða þeim inn í samfélag og þar gerist gott og við notum bara íslensku. Það margir maður spyrja einu út frá því sem þú varst að segja áðan og afsakaðu hvað erfitt að ná orðinu. Nei, allt í lagi, bara allt í lagi, alls ekki. Þú varst að segja áðan að það væri verið máluð upp ógn af fjölgun innflytjenda í samfélaginu og ég meina við vitum það að samfélags gangi í gegnum mikla breytingar, það meiri upplust þar og meiri óeining og það bara umbreytingatímabil sem erfitt að gangi í gegnum og við erum að halda okkur vakandi við það. En þú nefndir að andstaðan við þessar breytingar að það væri líka ógn af henni. Já, við konar kröfur það að stjórnvöld grípi til aðgerða til þess að auðvelda innflytjendum innleiðina inn í samfélag. Finnst þér að stjórnvöld ætti að grípa til aðgerða til þess að mæta þeirri ógn sem af þessari ungherra menningu sem þú veist að lýsa, sem getur orðið ofbeldisfull og hefur sýnt sig í löndum sem hafa gengið í gegnum svipaðar breytingar og við, að raunveruleg ógn, getur leitt til hryðjuverka og glæpa og annað slíkt. Finnst þér íslensk stjórnvöld ætti að grípa til einhverja aðgerða til að hemja vöxt slíkra hreyfinga? Já, ég held að íslensk stjórnvöld ætti að gera það, en ég ætti kannski fyrst að taka það fram að þetta ansi mikið í umræðinni, þessi svona og hefur birst í skýrslum greiningadeildar ríkislögreglustjóra og greiningadeildar erlendra lögregluyfirvalda, en ég hef svo sem ekki séð, bara þannig að það sé sagt, einhverja mælingu á breyttu viðhorfi hjá ungu fólki, þannig að það svo sem ekki þú veist, þetta svolítið mikið einhver tilfinning og svona einhver umræða sem að eiga sér stað á einhverjum lokuðum netspjöllum sem að lögreglan hefur áhyggjur af. En ég held að það sé alveg tilefni í fyrsta lagi bara til þess að skoða þetta, til að mæla þetta og ef svo þá að því að ég sammála svona uppnefni eins og öfgahægri, þú veist, ekki gagnlegt, en ef það einhver ofbeldi styrkun í gangi sem að sérstaklega tengist að því að það verður hansi hættulegt ef þetta tengist líka á sama tíma einhver svona hvítri kynþáttahyggju að þá mjög mikilvægt að taka því alvarlega og bregðast við því og þá ættu stjórnvöld að gera það. En ég held svona að því að þið sögðu svo margt áðan sem var mjög áhugavert, ég held að það sé mikilvægt fyrir samheldni þjóða
hefur rosalega mikið gildi og gerir það að verkum að bara eins og velferðarkerfi ganga betur og það bara miklu farsælla fyrir fólk að búa í samfélagi þar sem að það ríkir ákveðin samheldni. Og traust á stofnunum og alls konar. Sem að fjall hér í hruninu en ekki vegna innflytjenda? Nei, ekki vegna innflytjenda en svo einhverja svona allavega einhverja hugmyndur að sé aðeins að minnka aftur en ég hef svo sem ekki séð neitt gögn það en það verður áhugavert að sjá það. Ég held að hluti af samheldni, ég ætla að segja, ég myndi, þú veist að við verðum að íslenska okkar tungumál og hluti að því að vera Íslendingur að tala íslensku. Þannig að bara því að það koma alls konar svona hugmyndi fram, held ég að það sé mjög mikilvægt. Ef þú fer niður í miðbæ og getur ekki pantað á ensku, það náttúrulega hluti af því að hér að koma fólk bara tímabundið sem að fara aftur heim til sín. En við þurfum að í skólunum okkar þá þurfum við að passa að hér sé íslenska hluti að því að vera Íslandingur og við þurfum líka að passa það að ungir innflytjendur hafi tækifæri til þess að verða hluti af samfélaginu sem þeir búa í með þáttöku í félagsstarfi, með þáttöku í íþróttum og því líku. Þau sem hafa við Rauðaborðið lagt mesta áherslu á að íslenska eigi að vera tungumálið og eigi að vera millitungumálið, það eru innflytjendur. Já, og vitið það eru þeir innflytjendur sem rata hinga að Rauðaborðinu, Gunnar Smári, það náttúrulega líklega... Hér fer umræðum fram á íslensku. Já, ég held að þú sért þá kannski ekkit endilega með eitthvað endla lýsandi dæmi en sem mjög mikið af innflytjendum alltaf sjá og ég ekkert að áfellast á, ég held að bara sjáu vegna sinna aðstæðna hvort þau kannski stefna að vera í 1 eða 3 eða 5 ár eða bara vegna þess að geta að lifa sínu lífi án íslensku. Ég sjálfur sér áfellist ekkert fyrir að sjá einhverja þörf fyrir að læra íslensku. Ég bara segja út frá sjónarmiðum íslenska stjórnvalda. Það var ekki æskileg þróun að hér séu mjög margir sem í þeirri stöðu. Nú þarf ég að tala staðreyndum. Rannsókn frá 2021 sem hefur endurtekið það var 70% innflytjendur sem voru kannað vildi læra íslensku. Og það þau gera ráð fyrir, við erum ekki í Danmark, þeir eru ekki þvingið til þess að læra þetta, þau þurfa að greiða þetta sjálf. Hvati til að læra íslensku þá bara sjálfskvati til þess að taka þátt í samfélag að vera. Hins vegar á móti, 60% þessu sama fólk sem voru könnuð voru ósátt við aðgengi, kostnaði og gæði. Og það bara, við höfum engin mælakvarði. Manneskir sem fer 6 íslenska námskeið og ekki prófið hvað það það eina próf sem lagt fyrir ríkisborgara og það ekki, fólk sem kom frá EES ekki endilega sækist eftir að vera íslenska ríkisborgara. Svo við þurfum að hugsa þetta og það ákall, bara ef ég mætti bara þingið inn, það ákall betur kerfi, það kemur frá kennunum sjálf, þeim sem rekka kennslu og þeim sem að nota það. Og þetta bara, þetta 70% það ekki við Rauðaborð, þetta út samfélag. Nei, og ég alveg samanlega að innflytjendur líklega upp til hópa auðvitað vilja gera þetta. Þetta alltaf mikið átak að læra erlent tungumál. Maður að leggja mikið á sig persónulega, maður að dýfa sér á kaf ofan í viðkomandi menningu og svo framvegis. Ég sannarlega vil auki framboð og stuðning á vegum stjórnvalda. Ég hins vegar hef bara benda á það að ástandið hefur ekki verið að skána og það lítur ekki út fyrir að það sé að fara að skána. Ég veit að við getum bætta einhverju leyti með svona átökum en ég hins vegar og það ekki bara að þessum ástæðum, heldur bara í víðskilningi rétt eins og Margrét var að vísa til og það held ég bara vísindalega rannsakað að samheldni, það sem til dæmis hagfræðingurinn Paul Collier kallar mutual regard í samfélögum. Það að segja einhvers konar tilfinning að maður sé tilbúin að gera eitthvað fyrir náungan, hvort sem eitthvað bjátar á eða eitthvað slíkt. Hún fer ferrandi þegar það mikill innflytningur fólks. Það bara gerist vegna þess að þá bara ertu komið með aðra stöðu í samfélagi þannig að þú veist við getum bara alveg horfst í augu við það að það gerist. Ef þú ferði í svona há hlutföll þá mun samstæðan minnka í samfélaginu. Við getum bara horfst í augu við það og litið á þessum fórnarkostnaði en það alveg ljóst að það gerist. Þetta ekki fólk sem þú hefur sömu taugar til og samlanda en það bara hann, skilja. Og fleiri fræðimenn eins og Kólmenn hafa fjallað að þetta gerist en þetta gerist og síðan til lengri tíma að þá fer samheldni aftur að aukast. Hvernig við förum leiðina. Já, hvernig við förum leiðina skiptir líka gríðarlega miklu máli en það alveg skýrt að þetta hefur
áhrif á mikil fjölgun á stuttu tím og ég tala nú ekki þegar að bakgrunnurinn mjög fjölbreytilegur að það hefur áhrif á samheldni. Þetta svolítið einsleit hópur sem hér. Já. Bara rannsóknum síðan. En ég held að bara ef þið skoðið samfélagsmiðla, ef þið skoðið umræðina þá hafa hópurinn sem hefur áhyggjur á innflytjendum hefur bara áhyggjur á ákveðni tegunda innflytjendum og það eru hælisleitendur sem eru miklu færri hlutfallslega hér heldur en til dæmis í Svíþjóð, það veit ekki dæmið það, ég gerði leikum með stundum að því að bera saman og það er bara ekki hægt að líka því saman, það er svo fáir innflytjendur hér á Íslandi frá Mið-Austurlöndum eða þessum löndum sem við erum að tala í samanburði við Danmörk, Svíþjóð og önnur lönd. En það líka annað í þessu, erum við einsleitt eða erum við fjölbreytt samfélag? Talandum við tölum einhverja unga karlmenn sem allir hafa sem mikla áhyggjur af að sé einhvern veginn með einhverja pólitíska skoðanir sem eru ekki... Ég hef ekki áhyggjur af pólitísku skoðanir, ég hef áhyggjur af ofbeldi styrkun og svona kynþáttahyggju. En ef maður hugsa út í það, þá mörguleyti hefur í menningunni ríkt svona viss gaslýsing að líka að mínu mati, þannig að það ágæta orðum að fjölbreytileiki er bara styrkur, þetta er bara styrk í samfélagið. Ok, ef við komum mónið að hvaða leyti styrkir að samfélagið að það sé ekki sama tenging á milli allra og það hefur verið. Að hvaða leyti er þá ekki bara einsleitni styrkur? Já, en við horfum á þetta. Það bara liggur fyrir. Ef þeir eru svona illa við að tala um það innan þjóðar, ef við tökum bara hóp sem starfar inn í, ef þetta er bara fyrirtæki, þeir eru 10 manns, þeir eru búin að starfa lengi saman. Það er ákveðin samheldni, þið þekkist, þið hugsið eins, þeir eru með sömu pælingar og svo kemur ykkur nýr inn og það tekur tíma að venjast og hann getur smellpassa, hann getur alls ekki passa, af því að fólk er svo illa við að tala um þjóð, þá getum við bara tekið það að líkingar. Fjölbreytileiki er ekki styrkur út af fyrir sig, hann er bara ástand. Einsleitni getur alveg verið styrkur. Snorri, ég ætla alltaf að fá aldrei fram. Það er bara klísjur sem er alltaf ítt í andlit af fólki, það er aldrei útskýrt hver að bak við það. Leiðtogar segja þetta bara fjölbreytileiki styrkur, ef þú hugsar öðruvísi, þá ertu öfgamaður og þú vilt beita ofbeldi og ég ekki segja að þú ert að segja það, en það er svona tenging við þínar hugsanir er ofbeldi í skúmaskotum. Guð minn góður. Ég er að fá að koma inn en að þú nefndir hópa. Ég var ungur, byrjaði í blaðamennsku og þá voru varla konur á ritstjórnunum. Síðan fjölgaði þeim og ég get sagt að það styrkti ritstjórnunar, eldi þær og gerði okkur miklu hæfari til þess að fjalla samfélagi heldur en við áður gert. Og þetta er bara ágætis dæmi það vantar ekki óttan hjá köllunum sem að reynda að halda konunum frá sér og töldu að konunum kemur inn bara með einhver leiðinda viðbrögð. Finnst ekki konum oft gott að vera bara í hópi kvenna og ræða sín mál? Jú, en þú ert að tala um hvernig samfélagi. Þeim finnst það oft gott. Þeir skölna það líka í sín mál. Myndur við hafa bara að kalla á ritstjórnu, hvað við segja? Var ég að segja það? Nei, ég var að taka dæmi til þess að getur hugsað þetta eins víðar. Ég var að taka dæmi að hópa sem að blandast, að þeir verða sterkari, þeir hafa meiri seglu, þeir hafa meiri getu til þess að taka á því, sem var ákvörð til að segja að myndi ekki gerast. Ég er bara að segja, það er ekkert almenn regla, það er ekkert ófrávíkjanleg regla, þetta er ein upplifun þín á einum vinnustað, það er gott og blessað. Ég er bara að segja, þú getur ekki tekið það og dregið almenna ályktun allar heiminn, sko. Má ég alls taka undir þér? Ég er alveg sama þér. Að það bara þýðir ekkert að vera að segja fjölbreytileiki er styrkleiki og gera ekkert í því. Ég segja fjölbreytileiki, hún er styrkleiki og hvað? Hvað ætlum að gera við það? Eins og staðin er í dag. Það er fullt af fólk sem segir, ég segi það, fyrir ég tel bara ég hef bætt samfélag, kannski er þetta bara rugl í mér, kannski er þetta ofhámetið, en það er vegna þess að ég hef fengið tækifæri, ég hef nýtt þess og hef reynd að búa til tækifæri fyrir öðrum. Þar var styrkleiki nýtt, en þar sem við erum ekkert að nýta þetta, þá er þetta bara einmitt, bara frasi sem hefur engin gildi og getur fara á móti okkur. En ef við förum hins leið og segja bara styrkleiki er veikleiki, og hvað þá? Að halda fólk frá, halda fólk út. Þetta er bara, það snýst ekki að vera með eitthvað yfirlýsing, það snýst að gera eitthvað. Og vissilega, ég held að niðurstöðu okkar í dag er, sumt þurfum að takast á og bara segja, hingað ekki lengur, setja mörk og búið. En annað, við þurfum að fjárfesti í og vinna með og aðlaka okkar samlega að samgildi. Vegna þess að ég tel að ég hef lært í dag, ég og þú höfum rosalega mikið samanlagt eitthvað sem fólk myndi hugsa út af við að þessi tvö hefur ekkert saman. Nikko stendur hérna og hún er bara innflytjandi döið og bara aktivistur og svoleiðis og þú á móti, en í dag hef ég lært að við getum gert margt til þess að þróa þetta áfram. Og ég held að við erum það styrkleiki og veikleiki þeir eru til stað og við þurfum að gera eitthvað í því. Ég samanlega fjölbreytileiki þarf ekki að vera styrkleiki, það bara fer eftir aðstæðum, en umburðarlyndi kannski, ef við myndum setja það í staðinn, að þá bara umburðarlyndi fyrir ólíku svona
ég veit ekki, sjónamiðum eða bara háttum, að það hlýtur að vera styrkleiki. Ég er sammála því. Og ég held að umburðarlyndi sé mögulega einfaldari. Virðing bara fyrir öðru en sko, ég held að geti samt gerst að það ég held að sé líka mjög mikilvægt. Ég held að enginn, eða minnstakosti ekki ég, og ég hafi áhyggjur af einhverjum svona pólitískum skoðunum ungra manna. Fólk hefur, það er bara, hér búum við lýðræði og frelsi og það er þessi, fólk hefur bara áhyggjur af ofbeldisstýrkun og hvítri kynþáttahyggju sem er einhver áhætta að muni leiða til átaka í samfélaginu. Það mun ekki bjarga okkur. Nei, ég tek heilsögur undir það að ofbeldi er alltaf hræðilegt, sko. Það er bara alltaf ágjörni. Já, ég vil segja þetta gott hérna. Getum haldið áfram. Já, en við þurfum það ekki. Gaman að fá ykkur, þetta er náttúrulega mikilvægt mál sem er mikið rætt og við ætlum að halda áfram að tala hérna við Rauðaborðið. En Nicole, Margrét og Snorri, kæra þakkir. Við ætlum að gera hérna örstutlið og svo komum við hérna bræður og ljúkum þættinum. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Húnavellir gistihús, gisting og tjaldstæði á góðu verði, morgunmatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgang að öllu sem tilheyrir gistihúsi. Ef þú átt ekki tjald eða svefnpoka þá höfum við það á staðnum. Upplýsingar í símum 848 7012 og 861 2319. Tölvupóstur hunavellir@hunavellir.is. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is